Velkomin í annan vlogg. Í dag sunnudagurinn eftir hellu, það sem ég skildi við ykkur síðanast. Og núna ég að vinna í Transánum sem ég var að vinna í fyrir 2 myndböndum. Og ég skipt blöndung. Og ég tók eftir því að síucoverið þetta alveg svona fallega skakt á honum, þannig að hann var að draga loft þarna sem ekki gott, ekki síu. Þannig ég skipt blöndung, það kom nýr blöndungur og í bili þurfum við að nota þessa síu, en hún svo yndislega fallega merkt Chevrolet að ég held að það bæti upp fyrir hvað þetta ótransamlegt. En við ætlum að sjá hvort hann sé komin í lag. Hann var semst að kötta út eða svona, ég veit ekki, línpoppa eða eitthvað á snúning og ég held að væri út af vakuumleika en ég skipti bara blöndungin alveg, þannig að skulum sjá hvort að það dugi. Já, ég var semst búinn að setja blöndungin í og stilla hægagang svona cirka bát, ekki með vakuummæli samt, þannig að hann ekki frábær, hann alveg ríkur. En hann fer í gang og alveg, þannig að djúvill sem þessi blöndungur líka mikið betri. Hann svo kvikkur á gjöfina núna sko, hann alveg bara geggjaður. Ó já. What the fuck? Gerði það mikið að skipta blöndung. Ok. Oh my god, hann svolítið viðkvæmur á gjöfina. Ég þarf eitthvað að stilla það. Það var eitthvað leiðilegt að stilla hérna. Það var mjög viðkvæmur á gjöfina. Passa á því. Fix it! Ok, ég lít út eins og, ok, nefn. Þetta almennilegt maður, Jesus! Jöfull þetta gott. Það samt eitthvað aðeins að eiga við gjöfina, hann bara, þú veist, það bara smá viðnám og hann bara fer. Djúvill sem hann togar samt, þessi mótor. Þetta náttúrulega, 400 mótorblokk, ekki 350. Holy! Já. Þetta geðveikt, ég var bara aðeins að fikta í inngjöfinni. Hann sennilega með þess að ennþá á gjöf núna. Og svo þarf ég bara að fikta aðeins í inngjöfinni og þá hann bara ready, held ég. Já, ég þarf sennilega öflugari gorm. Hann sko, ef ég svona rétti bláan og sleppi rólega þá hann á gjöf núna, en svo þarf ég að stappa á hann til að fá hann niður, þannig að það þarf öflugari gorm til að toga hengja og barkan tilbaka. En þetta geggja, holy shit, það allavega ekkert línpop lengur, þannig að það virðist vera góður. Já. Það örugglega bara betra að gera þetta uppi. Já, ég held það. Það var allavega hægt uppi. Ok, sko. Ó nei. Ó nei. Já, nei, já, nei, já. Allt góði. Allt góði. Nei, já. Hvernig í fokkanum var þetta? Manst þú það? Þetta hérna.
Vakuumdrastið. Nei, þetta hérna. Straumurinn í hérna bæði hérna takkinn fyrir startarann og stóri fyrir öryggjaboxið. Ég finn ekki út úr því hvernig þetta var, sko. Skrúast hann ekki í? Þannig að hvíta plasthafanum. Já. Ertu að spá hvort það séu sömu gengjur? Já. Andskotinn hafi það, þetta hlýtur að vera sömu gengjur. Ég fann hann. Þetta er allt sama draslið. Ekki hræða mig svona. Jesus. Ok. Litla fucking peinið að koma þessum flækjum á maður. Já, var það? Óibarast það. Það er alltaf svo fucking vitlaus að gera það einn. Já. Ég er með þess að með upptökur að því þegar ég var að gera það. Það var fáránlegt, sko. Ég stóð í svona splitti yfir mótornum og hélt í öftustu og gerði svona hnébeygju upp og meðan var ég með hérna 3/8 þetta á milljón bara að reyna að ná boltanum til að hitta í. Þetta var bara, þú veist, og því að þær eitthvað skakkar, sko. Heyrðu, ég kveikti næstu í bílnum daginn. Nú? Þetta fucking drasl. Það er sennilega út því að þetta var svona ofan í kassanum. Já. Að þá hérna bara... Komið bara vel. Já, þá bara gerði ég svona og sprautaði. Kom það gas? En það kom bara, sko, það bara kom litla bunan af gasi og ég náttúrulega bara kveikti og það bara logaði í pústinu. Ætlaðu að kveiki í mér? Það er gott að þetta var á upptöku. Það verður ekki tryggingamál hérna. Shit! Hvað í fokkan? Hvað gerði? Já, þetta er gallað! Já, ættu að nota þetta. Verður bara ekki fyrir. Hvað er að þessu? Þetta... Hvað er litli? Ég fann ekki litla. Hvað er þetta? Sko... Eldur. Ok, aðeins meira, býti. Ok, ég er hættur. Hvað er að þessu fucking drasli? Já, þessi er ekki svona. Sjáðu. Þú veist, hvað? Ég er löngu búinn að skrúfa fyrir, sko. Þessi er eitthvað hættulegur. Sérðu þetta? Ég er löngu búinn að skrúfa fyrir. Það er bara að skipta. Nota bara brotna. Þetta er alltaf í lagi, það bara má ekki kólfunum. Ekki sko. Það er gott. Það er best. Ái. Sjálfsögðu sett ég Tommu hérna. Hósuklemur. Já. Það er nú gott. Nei, ég á eftir að hata það þegar ég er að herða þér. Ég ekki bara að bora í gegnum mennslið það. Já, það er sæti sko öðrum meginn. Það er að klemma. Já. Það vantar bara hinum meginn. Það er alveg í. En þeir þurfa að vera svona, það er málið. Já. Þetta er svo þröngt þarna í. Já, ég var einmitt að segja að við þurfum að hafa hann úr fyrst. Já, upp á að hann fari ekki í gang. Bara dæla bensíni fyrst í síuna og sjá hvort það er ekki síja. Já, dæla bensín í flotinn. Já. Núna kemur í ljós hvort að startarinn hitti í tennurnar. Já. Eða hvort það komi vont hljóð. Ég starta bara. Ok, tilbúinn. Komið í hólfinu. Djúvill, startar hann góður maður. Heldur betur. Ég vissi það líka, hann var perfekt. Ég held að það sé hinum megin. Það er hinum megin. Komið. Nei. Ok.
er að koma í. Er að koma? Já. Er komið bensín? Og nóg líka. Ok. Það er ekki komið upp í, sko, það er bara flotholtin eru byrjuð að liftast, sko. Já, það er búin. Já. Það er svo... Já, hinum megin. Já. Ok, það var að tala aðeins meira. Já. Jep. Komum vel. Pepsi. Hæ? Jepsi Pepsi. Bræðum á startaranum. Það er aðeins meira í þessu heldur en hinu. Ó, nei. Ok. Oh my god, hann er komin í. Oh my god. Vaskasinn er bara tómur. Er hann? Já. Fuck. Ekki hafa hann aðeins á loft upp á beygju-dæmið. Jú. Það líka fer hann ekkert ef hann festist í botni eða eitthvað. Oh my god. Vanur að láta hann skjótast aftur á bak eða eitthvað bíla hérna. Prófa að starta aftur. Holy. Já. Já. Þetta var ekki hræðilegt. Nei, þetta var bara mjög gott. Ég gleymdi svo sem að rífa í prikið áður en ég setti í gang, en það hefði verið gáfulegt að kíkja á það hvort það væri nóg olía á honum. Það er svona aðeins svona, það er eins og hún sé ennþá að koma. Hvað sé það að koma? Olía upp í ventlalókin, það er svona aðeins að kannski er það bara eðlilegt, ég veit ekki. Já. Nú hefst skemmtilegi partur. Stilla blöndu. Já, þarfst ekki að gera það. Nei, þetta ekki, eða svona, þú veist, ekkert mikið, sko. Bara, þú veist, það eru bara skrúfur hérna. Þú veist, þetta er bara eitt alveg, þannig að það eru bara 2 í stæðan fyrir 4. Já, þannig að eins og núna var hann svolítið að detta alveg þvílíkt niður. Já, en það er samt bara út af tjókinu, held ég, sko. Þú veist, Já, því ok. að það er ekki náttúrulega tengt. Þannig að... Og hann sko svona. Já, ef við kannski að lofta hann að stýrið eða eitthvað. Já. Ég held samt að það myndi rjúka meira í gang. Já. Hvað við ætlum að ríða í honum eða? Ekki gott að ég var byrjað. Ég held við þurfum að taka bensín. Já, það er stefnilegur að byggja því. Það var nú tilgerðir. Bara þetta er ekki úr úr. Hann stólar aðeins herra þessi konvertor, sko. Sjá hvernig hann var að losa í hjól. Já. Oh yeah! Þetta er bara svipað á hann var. Jæja, það er smá pása frá reglubundnu sjónvarpsefni. Við erum komin hérna í Landeyjahöfn og erum að fara til útlanda, eða Vestmannaeyja. Við erum að fara að sækja bíl. Bíl sem ég er búinn að fara að ná í 4 mánuði núna, en þessi djöfisins stallur og þessi helvítis höfn hérna hefur ekki verið að standa sig, þannig að erum að komast fyrst núna. Þannig já, við erum að sækja enn fórbíl og já, það kemur bara í ljós eftir smá hvaða bíl það er, en það er
Þetta er, við skulum segja, draumabíllinn. Þetta er bara draumabíllinn minn frá æsku. Þannig að, já, þetta er málið. Tími fyrir bjór, á var það núna. Skál. Leið og Guðmundur Elíasson kemur til Vestmannaeyja og er laggan klár. Viltu nokkuð ykkur að hjálpa þetta? Nei, bara... Með festu! Glýtur ekkert einum bolta í eða? Nei, ja, gerðu þú það. Ég held. Vá. Þú tapaðir ekki að? Ég var einmitt að fara að spyrja hvort það ættum ekki að tappa af henni fyrst. Af hverju gerðu það ekki? Það var ekki til. Ég nefndi það. Við gerum það aldrei þegar hann nefndi er. það. Jú, víst. Jaha, Með þess að bara hérna, fyrir hellu þá gerum við það. vá, ok. Já, það var örugglega út því að þú varst hérna. Ég hafi tapað seinast aðeins. Það er kannski viðeigandi að það sé sjálfskiptuvöku á þessu plakati. Mjög. Jæja, í dag er 16. maí. Já, nei, í dag er 18. maí. Það er mánudagur og ég er út í skúr að skrúa í Monte Carlo. Ég man nú eiginlega bara ekki hvenær ég tók upp seinast, það var sennilega bara út í Vestmannaeyjum og djásnið er komið heim. Þetta er sem sagt 1968 Dodge Charger, búið að vera draumabíllinn minn síðan bara alltaf. Reyndar tæknilega sé 69 en 68 er eins nálægt því og ég held að ég muni nokkurn tímann komast. Þannig að já, það er svona slatti sem það er að gera við hann, þannig að það kemur örugglega fram í næstu vlogum. En hann er bara á smá bið akkurat núna. Við erum búin að vera að skrúa í torfæribílnum. Löguðum hérna pedalan eins og ég talaði í seinasta vloggi að þá skrapp ég af honum sem sagt hérna til vinstri. Þannig að núna erum við komið með svona hlíf þannig að ég get hvorki farið til vinstri né hægri. Þannig að þá ættum við ekki að lenda í því aftur, vonandi.
já, búin að skipta dempara. Sævar gerði upp demparan sem sprakk á hellu hjá okkur. Þannig að það allt ready og klárt. Já, og þannig að bíllinn eiginlega bara klár í keppni. Það bara að þrífa síur og laga eina felgu, beglinum tilbaka. En svona fyrir utan það, þá hann bara ready. Og það gott því að næsta helgi íþróttahátíð eða bæjarhátíð hérna í Vík. Þannig að ég ekki viss að við munum gera mikið í bílnum. Þannig að það gott að hann sé bara klár núna, ready í keppni. Tökum kannski 1 raun áður en við förum í Stangarill. En já, þannig að það staðan á torfæruútgerðinni. En eins og ég segi, ég að vinna í Monte Carlo og eins og það muni kannski senast að þá var ég nýbúinn að skipta mótor í honum. Kominn 383, 444 hestöfl. Já, bara plug and play, annar blöndungsmótor eins og var í honum. Og svo þegar það komið meðlag þá fer þetta eitthvað annað í fokk og miðstöðarelementið byrjaði að leika. Þannig að þegar ég er með hósurnar tengdar á miðstöðina þá bíllinn bara ekki keyrandi fyrir frostlaugsmóðu inn í bíl sem viðbjóður. Þannig að ég þarf að rífa út miðstöðarelementið, það box, AC boxið og mótorinn rífa það allt frá og svo rífa hana innan líka og reyna að ná þessu elementi út. Til að vera hreinskilinn þá myndi ég eiginlega vilja bara skipta mótor aftur í honum frekar en að þurfa að standa í þessu. Maður fer ekki alltaf að velja verkefnin sem maður fær í þessum project bílum, þannig að já, það statusinn. Ætti þetta að koma nokkuð frjálslega. Alltaf að taka mynd. Því að ég hefði 100% víxlað þessum lögnum. Okidoki. Það er bara komið úr, þannig að það er bara að bíða eftir nýja elementinu og það var þetta að fara að keyra hann aftur, vonandi fyrir helgina. Alveg auðvitað fucking ekki. Jæja, heyrðu, góðan dag. Í dag er 28. maí. Það er 50 dagur fyrir Stangarill. Við erum bara búin að vera klárir í 2 vikur basically. Það er búið að vera rosalega mikið að gera hjá mér, þannig að ég hef ekkert verið mikið út í skúr og hef þess vegna ekki tekið mikið upp. Já, bílinn er bara klár. Já, og bara klár að þrífa loftsýr og eitthvað svona spotteri. Svo erum við með hérna nýja stýristælu sem fer nú ekki í fyrir Stangarill. Ætlum vonandi að reyna að koma inn í fyrir Egilsstaði. Svo vorum við að kaupa vagn til að ferja torfæruútgerðina líka. Ég veit ekki, ég held ég hef ekki tekið neitt upp á því. En það er vagn sem við ætlum líka að reyna að græja fyrir Egilsstaði. Þannig að það verður nóg að gera í júní hjá okkur í stóra held sumarfríinu. Það er engin keppni. Þannig að, já, ég ætla að reyna að vera duglegri heldur en á hellu að taka upp. Ég ætla að láta einhvern hafa myndavélina og segja að maður drattast til að taka eitthvað upp. Ég glemdi því seinast, þannig að já, við erum bara mjög vel stemdir fyrir Stangarill. Það er pínu að hellast í mig veikindi núna, þannig að þetta er ekki góð tímasetning, en
Ég held að þetta verði bara geggjað. Brautirnar eru komnar, það líta helviti vel út. Þannig að ég held að það verði bara geggjuð keppni. Þannig að það er bara næsta mál. Lesta og koma okkur út í Stangarhyl. Heyrðu mér. Það skipti.
Meira! Svona. Eftir komin, hérna megin. Hvað er það eftir? Það er efsti á hringnum. Kúplingarnar hérna. Gráinn. Er ekki nægjanum? Má ég fá helstileginn maður? Hann er það. Kúplingarnar bara. Í nægjanum? Það er eitthvað þjappa í selvi. Sætt, þú takkar á þá. Svo. Já, hefur ekki bara taka hann fyrir niður á framann eða? Já. Hann fer ekki í fyrsta. Það er ekki fyrsta. Nei, takk ég bara samband og setja í fyrsta. Tökum bara, þú verður ekki með botnblötu. Ok. Þetta í park. Já. Ha, Já. þetta er í neutral. Ok. Hreyfist ekki pinninn, eða? Það er Jóhann að fara núna. Já. Er það ok? Er Danni hérna? Ég er hérna. Það er strax í mig. Já. Ha? Það er ekki fyrsta. Skiptingin? Skiptingin? Skiptirinn. Skiptingin eða skiptingin? Skiptirinn. Ok. Ég hef hann í park, sett hann í fyrsta. Þetta er fyrsta. Það var bara í fyrsta. Svona. Já. Góð svona. Rótengdur þá. Ha? Já, ótengdan. Ótengdan, já. Já. Á. Ekki meira á hann. Já, við getum þetta bóklega til ykkur. Það er tveir í okkur. Það er tveir í okkur, ná getur bótt til þig. Ég veit ekki það.
Í dag miðvikudagur eftir Stangarhyls torfæruna og já, ég ætlaði bara að reyna að gera hana aðeins upp. Þetta var bara ótrúlega góð torfæra á marga vegu. Já, okkur gekk ótrúlega vel, bara eiginlega í alla staði. Aksturinn var loksins bara rosalega góður. Það var ekki mikið sem að ég gerði vitlaust. Bíllinn var bara svona nánast í toppstandi. Stýrið byrjaði að fara morguninn og það byrjaði að syngja í dælunni og þú veist, dælan bara höndlaði þetta ekki, þannig að hún bara át og við áttum aðra sem að var sennilega eins, þannig að við fórum ekki einu sinni í það að skipta, en þegar ég var komin yfir 5.000–6.000 snúninga þá misti ég stýrið. Þannig að það var til dæmis rosalega erfitt að keyra tímabrautina. Það er náttúrulega allt með bara í gargandi botni og að reyna að stýra draslinu sem alltaf gengur ekki þegar þú ert ekki með stýri á 6.000 snúningum. En já, skiptingin fór svo í þriðju braut sem að mjög skrítið, þetta mjög skrítin bilun því að hún bara sleppir þarna og það er engin hiti á hana, ekki neitt. Við rifum hana úr, við höfum aldrei rifið hana svona kalda úr áður. Það var bara engin hiti í henni. Þannig að þetta var mjög sérstök bilun. En við ætlum að fara að opna hana núna bara á morgun eða eitthvað. Sjá hvað gerðist. Eins og að heyrist kannski að þá ég ennþá svolítið veikur. Ég veiktist á föstudaginn og var veikur á keppninni á laugardaginn. Með kvef og hálsbólgu og lá við ælupest eða slapp samt. Og svo á sunnudaginn núna seinasta eftir allt þetta, því að við náttúrulega, já, eins og ég segi, við lendum í því að skiptum skiptingu og náðum því fyrir tímabraut sem bara ótrúlegur árangur. Því að tímabrautin náttúrulega keyrist rosalega hratt og þriðja brautin var að keyrast rosalega hratt líka, þannig að við höfðum lítinn tíma en náðum því á tíma sem náttúrulega bara ótrúlegt. Þú veist, þetta lið náttúrulega bara ruglað hvað við getum gert. Við erum bara á nefa. Já, ég ætla nú ekki að fara, já, ég vil ekki hljóma með ómikið ego eða neitt svoleiðis, en við erum bara klárlega í toppnum af serviceliðum í torfæri. Þetta bara, þetta örugglega, ég ekki viss að annað lið hefði náð þessu, en það kannski 1, 2, 3 önnur lið sem mögulega hefði náð þessu, ég veit það ekki, en þetta var bara ótrúlegt að við höfum náð þessu og bara, þú veist, þetta lið náttúrulega bara alveg ótrúlega gott í því sem við erum að gera. Þannig að, já, ótrúlega gaman að ná því og að aksturinn skildi vera í lagi núna loksins yfir heilan dag. En eins og flestir kannski hafa séð þá fengum við ekki þriðja sætið. Við hefðum átt að lenda í þriðja sæti, en dómarar ákveða í fyrstu braut að við keyrum út úr braut sem að, já, ég veit ekki alveg hvað maður á að segja og ég ætla ekki að tala meira það því að ég vil ekki fara að vera með einhver leiðindi út í neitt. Þetta auðvitað bara sjálfboðaliða starf og maður náttúrulega bara þakklátur fyrir fólk sem nennir að standa í þessu, þannig að maður ætlar ekki að vera með leiðindi út í einn eða neitt, en þetta bara ekki leiðilegt fyrir okkur samt, en það bara eins og það og Geirivert líka. Þetta rosalega leiðilegt, þetta eins leiðilegt þetta fyrir mig, að þá þetta miklu leiðilegra fyrir Geirivert. Því að hann missir þarna annað sætið og tapar í rauninni Íslandsmeistaratitil. Þú veist, það já, ekki nema hann bara standi sig eins og legend og vinni bara alla restina á öllum keppnunum og þá geta hann náðu sig, en þetta rosalegt hitt fyrir Íslandsmeistaratitils baráttuna hjá honum. Þetta setur okkur auðvitað út úr titlinum. Það engin séns núna. Við hefðum átt bara alveg fínan séns ef við hefðum náð þriðja sætinu hérna núna, en það bara þannig. En já, ég ætla ekki að tala meira það. Þetta þunglínt og leiðilegt umræðuefni.
En já, svona almennt bara mjög sáttur með helgina. Eins og ég segi, ég er bara loksins orðinn með bara mjög góða tengingu við bílinn. Ég bara, langt síðan ég hef fundið svona öryggistilfinningu, eða sjálfsöryggistilfinningu í bílnum. Ég bara að vita að ég get bara keyrt upp hvaða bara sem er. Þannig að það er bara frábært og sama með liðið bara alveg, þú veist, bara í topp frammistöðu að geta sinnt bílnum í keppni. Þannig að við þurfum bara smá heppni á Egilsstöðum núna eftir mánuð og þá tökum við sigurinn, það er engin spurning. En já, ég veit ekki hvort að ég seti hérna, ég ætla að setja sem sagt klippu sem ég postaði á Facebook inn í þetta, ég veit ekki hvort ég seti það núna eftir eða hvort það var á fyrir. En þetta var sem sagt, þetta er sem sagt klippa að því þegar skiptingin fer að þá er þetta í rauninni samantækt að því hvað við vorum lengi að setja skiptinguna í og svo í tímabrautinni líka sem sagt með basically ekkert stýri, engan skipti, nýbúnar að skipta skiptingu og náðum samt þrátt fyrir það að vera með ekkert stýri náðum við 4. besta tíma sem er náttúrulega bara geðveikt. Já, en þannig að það er það sem þarf að gera fyrir bílinn, fyrir Egilsstaði, er bara við þurfum að smíða hérna nýju stýristölvun í. Þetta er gamla hérna sem er að gefast upp, þannig að við þurfum að smíða hana í, það er nummer 1. Og svo ætlum við sennilega að skipta rafgeymin í honum, við erum með svona lithium, ekki dreymasystem eins og þið sáðu. Og ég held að við ætlum bara að skipta ég keypti svona nýja Nokko-geymi sem á að höndla þetta. Og svo er það að reyna að græja vagnin sem við keyptum. Ég veit ekki hvort ég tók eitthvað upp, ég er sennilega ekki. En við keyptum flutningavagn fyrir torfútgina. Núna erum við bara búin að vera með spons frá vörumelin og Baldvin er búin að vera að keyra okkur út um allt. En við ætlum að reyna að græja fyrir Egilsstaði okkar eigin vagn. Við erum komin með okkar eigin Scania og erum búin að kaupa vagn og það er aðeins að dytta henni áður en hún fer í skoðun og svona og reyna helst ef við náum því á skikkanlegum tíma að reyna að smíða inn í hana verkfærisinnréttingar og eitthvað svoleiðis. Það væri helviti gott. Þannig já, það er ekki mikla breytingar, bara smá betrumbætingar og svona. Já, og svo þetta, við þurfum alltaf að kíkja á skiptinguna sem fór. Það verður mjög áhugavert að sjá hvað í rauninni klikkar í henni. Ég veit ekki eins og hvar hún lendi, en já, við erum að opna hana því að eins og ég segi, þetta er mjög sérstök bilun sko. Hún var bara í 140 Fahrenheit eða eitthvað, sem eru þú veist 50-60 gráður eða eitthvað. Og þá bara sleppur hún, þannig að það hlýtur að vera stimpillinn fyrir fyrsta bandið hafi gefið sig, þú veist, fóðring eða einhver anskotin, þetta er bara rosalega spes. Þannig að við ætlum að kíkja á það líka. En já, svona fyrir utan það, þá bara þakka ég fyrir áhorfið. Ég veit ekki hversu áhugavert þetta vlogg verður. Ég hef búinn að vera voðalega latur og bara búinn að framleiða voðalega ekki skemmtileg vlogg núna undanfarið held ég, þannig að ég ætla eitthvað aðeins að fara að reyna að sinna því betur og fara að koma með eitthvað skemmtilegra efni. En eins og alltaf, þá bara þakka ég fyrir áhorfið og við bara sjáumst í næsta vloggi.